Það með það, kæru áhorfendur, við ætlum að enda í svartholinu. En það Sævar Helgi Bragason sem að þjóðin þekkir öll, sem stjörnuskoðari, hefur starfað við Vísindamiðlun Háskóla Íslands og kennt stjarnvísindi í framhaldsskólum, sem gestur minn núna, en það þessi bók sem að koma út núna eftir Sævar Helga. Og þetta fjórða bókin hans vísindin, stjörnufræðina, og fyrsta var með Villa, vísindabók Villa, þeir gerðu hana saman, geimurinn og geimferðir, svo var það stjörnuskoðan fyrir alla fjölskylduna, geimverur, leitin að lífi í geimnum, og svo það svartholið. En Sævar Helgi, þetta var náttúrulega bara rökrætt framhaldið ekki af geimverunum. Svona nokkurn veginn, jú. Þetta rosa spennandi viðfangsefni og þetta eitthvað sem að krakkar spyrja mig rosalega mikið út í. Þegar ég að kenna í skólum og eða þá krakkarnir eru komið til mín að fræðast. Þá svarthol mjög vinsælt. Hvað svarthol? Það góð spurning. Svarthol eru hólur en samt ekki hólur. Svarthol eru staðir í framtíðinni. Svarthol eru staðir þar sem þyngdarkrafturinn svo sterkur að ekkert sleppi burt, ekki einu sinni ljós. Þannig að það rosalega órætt einhvern veginn hvað svarthol En það til? Það til, já. Og það það sem svo merkilegt við það, við sjáum þau ekki með berum augum, að þau ekki fyrir þessu ljós, en geta samt sem áður verið með björtustu fyrirbærum í alheiminum, það að segja umhverfið þeirra. Og svo getum við fundið bara svona í raun og veru áhrifin sem það hefur umhverfið. Þau koma upp sig sjálf þannig, svolítið svona eins og vindurinn. Við sjáum ekki vindinn en við sjáum áhrifin sem hann hefur. Og aðaláhrifin eru hver? Það eru þyngdaráhrif fyrst og fremst. Þeir til dæmis virka pínlítið svo stækkunargler stundum. Þeir geta byggt og sveikt ljósgeisla, þannig að það myndast svona bjagaðar myndir af því sem eru fyrir aftan. Svo eru náttúrulega stjörnur geta verið á fleygiferð í kringum þau og þegar þeir eru að gleypa efni, þá snýst efni rosalega hratt í kringum svartholinn og hitnar alveg óskaplega og þá gefur það frá sér röntgengeislun og svona geisla sem við sjáum ekki en rosalega orkurík. Eru einhver svona teikn í himninum eða geimnum þar sem að ég sé eitthvað og get þá átta mig á, hér eitthvað svarthol að verki? Þannig sýnilegt? Ekki þannig sýnilegt með berum augum, en með stórum sjónungum getum við séð svæðin þar sem þau eru og líka geimsjónungum og svona. Þannig að þau komu upp sjálf sig nokkurn veginn þannig að hafa áhrif á umhverfið og við finnum þau þannig og við mælum líka hversu þungu þau eru út frá því hversu lengi stjörnurnar eru að fara í kringum svartholun og svona. Þannig að í miðju vetrarbrautarinnar okkar til dæmis svarthol sem 4 milljón sinnum þyngra heldur en sólin okkar. Bara búið að þjappa saman 4 milljón sinnum meira efni en sólin á einn stað sem tiltölulega lítill og við höfum verið að fylgjast með núna áratuga skeið stjörnum snúast í kringum það. En þetta það hefur ekkert annað fyrirbæri meiri þyngdarkraft, svo vita sé. Nei, einmitt. Og hver til dæmis munurinn á þyngdarkraftinum á jörðinni og svartholi? Hvað þurftum við til dæmis að fara hratt til að komast frá jörðinni? Til að komast frá jörðinni þyrftum við að ná svona cirka 11 km hraða á sekundu og eina leið til þess að setjast upp í geimflaug og láta skjóta sig út í geiminn og það gerum við reglulega. Af því við sofumst alltaf á jörðina? Já, jörðin heldur, hún bara með það mikið kraft. Já, akkurat, þannig að þú hoppar út í flugvél þá bara dettur niður, svona eins og myndir detti átt á svartholi. En í tilviki svarthols þá efnismassin orðinn svo mikill að þyngdarkrafturinn eða krafturinn eða hraðinn kannski öllu heldur sem þarf til þess að losna frá svartholinu orðinn meiri en ljóshraðinn. Meiri en ljóshraði? Já, og það meiri en 300.000 km/s og Einstein kenndi okkur það ekki hægt. Það er ekki hægt? Já, náttúran streitist alltaf á móti. Þannig að ef þú dettur í svarthol þá bara kemstu aldrei upp aftur. Nei. Og örlög þín eru frekar dapurleg ef þú dettur á roni. En þú skrifar í bókina þannig að jafnmikla líkur á að detta í svarthol og vakna á morgunum sem kjúklingur. Já. Þetta algjörlega fáránleg hugmynd. Já, all svarthol er svo langt í burtu frá okkur sem betur fer. Þannig að það ekkert á leiðinni hérna í gegnum sólkerfið neitt slíkt sem að fara að gleypa okkur. En það mjög vondur dagur ef það myndi gerast. Mjög vondur dagur. En ljóshraðinn, hann ómögulegur nema fyrir ljósið sjálft. Já, af því að ljósið fæðist á ljóshraða og þekkir engan annan hraða. Nei, þannig það er bara hraðið þess og einskis annars. Akkurat. En svartholið étur litlar stjörnur. Getur gert það, já. Eða ekki? Það er ekki alveg tómt. Nei, ef svarthol fara ofan eða stjörnur fara nálægt svartholum, þá geta stjörnur orðið svo ofnar að detta ofan í þeim. Þetta er bara alveg sem í jörðina. Ef þú kemur of nálægt jörðinni, þá dettur þið til jarðar. En ef þú bara hæfilega langt í burtu frá henni, þá dettur aldrei til hennar. Nei. Og í tilviki svarthola þá skiptir eiginlega hver sentimetri máli. Af því munurinn á þyngdartogi svartholsins, sem nú fæturna að svartholi og höfuðið frá, að þá toga svartholi miklu fastar í fæturna heldur en höfuðið. Þú verður bara svo spagetti? Þú verður bara svo spagetti, myndi strekkjast og svo myndi tíminn hægja á sér og stoppa jafnvel nánast. Já, þetta með tímann. Já. Þú ert að kynna náttúrulega Einstein hérna fyrir okkur og Isaac Newton og fleiri, Hawkins og svona. Og þú ert að kenna okkur hérna afstæðiskenninguna. Jú, reyna það. Ég er búin að brjóta heilan mjög lengi núna í dag og hérna,
Sko, það tíminn hægari hjá svartholinu? Já, ef þú bara ert með hlut sem með meiri þyngdarkraft heldur en jörðin, að þá líður tíminn þar hægar heldur en jörðinni. Þannig að tíminn líður örlítið hægar á Júpíter heldur en jörðinni, örlítið hægar á sólinni heldur en Júpíter og jörðinni, því að sólin inniheldur miklu meira efni. En það fer líka eftir hversu nálægt hlutnum þú ert. Og munurinn þessum hlutum svo lítill að maður tekur ekkert eftir því. En tíminn sem sagt, hann strekkjanlegur og hann þarf að vera strekkjanlegur til þess að ljósræðin getur verið fasti, getur alltaf verið svo sami, alveg sama hver þú ert í alheiminum. Þetta fann Einstein út í takmörku afstæðskenningunni sinni og svo líka almennu afstæðskenningunni. Og það fjallar svona lauslega báðar í bókinni. Að reyna að útskýra það fyrir vonandi kannski svona 8, 9, 10 og pluss. Já, líka bara fyrir, þú veist, konum yfir fertugt eins og mér. Já, ekki spurning. Sem hefur ekkert legið í stjarnfræðinni, sko, eðlisfræðinni. Algjörlega, ég held að þetta sé fyrir alla, af því þetta bara rosalega áhugaverð viðfangsefni og eitthvað sem mjög margir pæli í, en kannski þú ekki alltaf að spyrja spurningarna. Já, akkurat. Og svo þetta bara, þetta snýst þyngdarkraftin sem heldur okkur jörðinni, þetta snýst tíman sem allir finna fyrir að líður í eina átt og vildum stundum óskaplega geta strekkt á honum, þannig að líðið aðeins hægar eða aðeins hraðar, hvað að gerast hjá okkur. Maður óskar sér náttúrulega svona líka í í jólastressunni að tíminn liði aðeins einmitt hægar. Já. Þá þarf maður að koma sér sem sko lengst frá jörðinni. Já, það ágætt að gera það líka alveg slægið og fá svona svolítið yfirsýn, sjá jörðina, hvað jörðin dásamlega og stórkostlega pláneta. Já, að því að strangt tekið, þá til dæmis ef ég upp á toppi á Hallgrímskirkju, eins og þú nefnir í bókinni, þá líður tíminn hægar þar heldur en ef ég stend hérna niður á strönd. Já, hann myndi líða hægar ef þú stæðir við ströndina heldur en upp. Nú ég á öfugt? Já, af því þú ert lengra frá þyngdarkraftinum að þú ert hérna upp í turninum. Já, það var svoleiðis. Já, en svo líka ef þú ferð á braut jörðina, þá breytist tíminn líka. Af því að þú er komin lengur frá jörðinni, en þá ertu líka komin á hreyfingu. Það til dæmis það sem liggur til grundvallar GPS-tækninni. Þannig að allir sem eru með GPS-tæki í vasanum eða hafa einhvern tíma notað, hafa hagnýtt sér hugmyndina sem Einstein kenndi okkur og liggja til grundvallar svartholum. Þannig að það er svona hversdagsleg tenging líka við þessi mjög svo framandi og furðulegu fyrirbæri. En þú getur alltaf að hugga við það, þú verð mestum hluta þinnar ævi við sjávarmál. Þannig að þú eldist örlítið hægar heldur en manneskja sem aðeins hærri. Gott að heyra. Það ekki? Jú. En það þýðir líka að fæturnir þín eru yngri en höfuðið. Er það? Já, út af þessu? Því að fæturnir þín eru aðeins nær miðju jarðar heldur en höfuðið. Ég skal segja eitthvað það. Já. Maður fer algjörlega nýja sjálfsmynd bara þegar maður fer að hugsa út í það. Ég ætla að vona það. En þú ert að kynna mitt fyrir okkur þessa kalla. Hver uppgötvaði svartholinn? Er það var í sjálfu sér enginn einn sem uppgötvaði svartholinn. Eitt fyrsta svartholið sem við fundum, bara stjörnufræðingar fundu, heitir Cygnus X1. Sem bara röntgen uppspretta 1 í stjörnumerkinu Svaninum sem á himninum hérna hjá okkur og það var svona upp úr 1970 sem það gerist að menn fundu fyrstu merkin svartholin en hugmyndirnar hafi verið til lengur. Og það var einn maður annar sem gerði sér svona hugulunda að það gæti verið til einhvers svona dökk stjarna, svört stjarna sem gæti gleypt ljós í staðinn fyrir að gefa frá sér og hún hefði bara nægilega mikið efni. Já. Akkurat það geraði eitthvað gagn svona að lokum? Já, það geti nú verið eitt svarthol ástæða þess að við erum hérna og það er svartholið í miðju vetrarbrautarinnar. Það hafði vantilega afgerandi áhrif á þróun vetrarbrautarinnar og þar af leiðandi tilurð sólarinnar okkar. Þannig ef það væri ekki, þá erum við sennilega ekki hér að tala saman. Þetta þrælmerkilegt. Sævar Helgi Bragason, takk kærlega fyrir að koma hingað. Og til hamingju með nýju svartholsbókina. Takk fyrir. Og ég sé hérna klárana hvað á hverju og svo þegar ég örugglega fari í gegnum hana aftur svo ég skilji þetta alls. Já, ég tek það skýrt fram að maður þarf stundum að nota heilinn í þessu og það er bara gott. Maður þarf ekki að skilja allt saman alveg strax. Nei. En þetta er eins aðgengilegt og kannski held ég bara mjög mögulegt er. Akkurat. Það er svartholið og takk aftur fyrir komuna.